Já, það eru einkunnir. 6,4, 5,7, 6,3, 5,7 og 5,9. Takk fyrir það. En inn á gólfið er kominn hann Helgi Freyr Haraldsson og hrynjandi frá Ströndu 2. Hrynjandi er 12 vetra gamall rauðu blesótt glófekstur undan Herkulesi frá Ragnheiðarstöðum og Iðu frá Strönd 2 og Helgi keppir fyrir Bobcat. Og þú gefur okkur merki góða þegar þú Adna kom það, gjörðu svo vel. Helgi byrjar að sína okkur hérna ópinsniðgang á tölti. Ég sá ekki alveg miðpartina henni því en leit þetta ekki nokkuð vel út, Elín? Þetta leit frekar vel út. Fyrir mína parta þar sem ég er nú kannski ég er ekki dómari í þessari grein og ekki sérlega kannski ég horfi nú alveg mikið á hana. Ég finnst alltaf aðeins erfiðara að sjá það þegar þau ríða æfingarnir í áttina frá dómaranum. Það er nefnilega góð punktur og sem dómari þá er oft skemmtilega að sjá hestinn þannig ef hann sveið að manni. Stundum gengur ekki bara upp út að passa ekki inn í prógrammi svoleiðis en svona almennt er það svona skemmtilega að sjá hestinn oft þannig og maður sér oft æfinguna aðeins betur. Já, en gekk mjög vel hjá honum á stökki og hringnum. Akkurat. Og það er að með einn á æfingu að sína okkur ópinsniðgang á tölti sem hann sýndi og krossgang á feti kemur svo líka á hraðabreyting á tölti. Það er mjög fínn þarna á braggi. Já, hún er léttstígur á þessu og já, bara léttur, fjarandi. Kemur krossgangurinn. Þessi er stiltur frá þeirri átt sem hann gengur til. Hann er alveg hárétt stiltur og ekki sveiður samt, sko. Og hann er frekar beinn og bara gengur frekar vel. Þetta gengur vel, sko. Góður hlíðagangur í þessu knappinu og fínn stjórn með Eða væri svona nú er næstu í afturpartin. Eitthvað smávegir sem hann mætti hnikra í, þá myndi ég vilja hann svona að yfirlínan myndi enn slakna í hálsinum á sama tíma. Akkurat, myndi vera kveldari. Já. En hérna er afturparturinn aftur móti örlítið á eftir, hann er ennþá svona nokkuð fínn hlíðagangur og hann er rétt stiltur. Svo náða hann og leiðrétta afturpartinn. Og það kemur eins og smá allan í lókin fyrir aðeins að hvelfa sig betur, sko. Og fer mjög skemmtilega inn í töltið og hjálpa honum alveg greinilega við að undirbúa tölgangssettingu. Já. En já, helviti fínt töltjónum. Skemmtilega kveldur þarna og mjúkur. Já, alveg sammála. Sýnir hann okkur stök hringinn á hinna hendinni væntanlega. Hann gengur mjög vel þessi hringur, sko. Já. Já. Sko, mér fannst hann stækkar öðins í áttina út. Fór vel á stað en hann leiðréttar og góð jafnvægi áfram í þessu og góður hann á hringur, stökki. Sko. Og bara virkilega góður út á hringnum á stökki. Þá kemur tölt. Það er bara nokkuð fín gangskipting ekki hérna niður og Jú. Þessu er rólegt fet eftir kraftmikið stökk. Ég held að það er bara þokkalegt fet í hestunum en aðeins óstöður hérna í líkamsbeitingu og það er auðvitað stuttur og batnar enda núna, sko. En ég held alltaf aðeins óþægilegt þeir eru byrjaði að frísa og færa höfuðið svona mikið í leiðinni. Já, það er það. Það vantar svona myndi slakna örlítið meira á svona í skrokknum og byrja svona skrefa meira. Já, á fetinu. Á fetinu, já. En það sem að sér almennt samt knappina mér frá nokkuð fína ásetu og með mjúka reiminn, sko, og hjálpar hestinum. Mínúta. Mjög skemmtilegar gangskiptingar hjá honum frá feti upp í tölt. Og þá er hraðbreyting. Gekk bara frekar vel. Já, ég held það.
kannski ekki mest í hraðin en samt fínn hraði og mjúk. Nei, já, þetta var svona mjúklega gert. Já, og það er nefnilega líka, hefur alveg rétt á sér og oft er miklu fallegra að horfa á svoleiðis hraðabreytingar heldur en að ríði í ítrekasta ígjur sko. Já. Og er oft hestvænna líka. Þetta gengur bara vel hjá honum sko, svona mjög mjúkt og í gott yfirbragð í þessu hjá þeim og yfirvegun og... Það er það. Gaman að sjá hvað hesturinn er fram með eyrun og... tími. Takk ykkur fyrir, Helgi. Gott samspil milli þeirra. Nei og hrynjandi. Það komu þarna 3 hánöfn í röð og það var bara fara hér línu vilt alveg út í 1. Hrynjandi heitir hann, Hans Helga Freys.